Við heyrðum þarna 3 spurningar frá þessu unga fólki. Herdís. Þá segjum við krakkana í landinu að ef maður ætlar að vera sameiningarafl, að þá vita þessir krakkar kannski mörg hver að hér í landinu búa 2 þjóðir og það þýðir ekkert að breiða yfir þann sannleika og það þýðir heldur ekki að breiða yfir þann sannleika að mörg þessara krakka hafa ekki sömu tækifæri nú þessar mundir eins og ég hafði og mín kynslóð þegar við vorum á þeirra aldri. Ég held að það sé mjög mikilvægt að gera fólkinu í landinu grein fyrir því að stjórnvöld séu tilbúin að vinna að almannahagsmunum af óeigingirni og að forsetinn tali fyrir því. Ella getur hann ekki sameinað þjóðina. Það þýðir ekki að sameina eitthvað sem er sundrað vegna þess að hér eru þeir sem eiga og þeir sem ekki eiga. Og þeir sem ekki eiga, þeir þurfa að fá vitneskju það og vissu fyrir því að stjórnvöld séu að ganga veginn eins og ég segi við krakkana mína, ef það er ekki til peningur fyrir einhverju, þá vita þau að þau geta átt von á því að fá eitthvað þegar úr rætist. Og það sama vil ég að krakkarnir í landinu trúi og viti að stjórnvöld öll, og þá forsetinn tali fyrir því, að þau séu að vinna í þeirra þágu, að þau trúi því í raun og sann að byrðar sem foreldrar þeirra eru kannski að taka á sig nú, að það sé verið að vinna að þeirra hagsmunum.